Í Þingeyjarsýslu mikið fuglalíf og hverju ári fer fram talning á þeim á svæðinu. Í ár var talningin óvenju umfangsmikil og telja menn að aldrei áður hafi talist jafn margir fuglar á þessu svæði. Árleg vetrarfuglatalning fór fram í janúar 2018 og var þetta jafnframt í 67. skipti sem þessar talningar eiga sér stað. Að þessu sinni voru taldir 32.358 fuglar á 28 svæðum í Þingeyjarsýslum. Aldrei áður hafa svo margir fuglar eða svo mörg svæði verið talin í Þingeyjarsýslum. Ja, þetta hluti af vetrartalningu sem á sér stað allt í kringum landið sem að Náttúrufræðistofnun Íslands hefur haldið utan um frá upphafi. Og við hérna á Náttúrustofunni Húsavík höfum svona hjálpað til með því að halda sérstaklega utan um talningar í Þingeyjarsýslum og reynt að nota þær til að fylgjast með breytingum milli ára en allar tölur fara áfram til Náttúrufræðistofnunar. Þetta er svona leið til að vita hvað að gerast í kringum okkur og eins og þessar talningar eru þá talið sama svæði eða sami staður milli ára með sama hætti, yfirleitt af sama manni á meðan hann lifir og sýnir þessu áhuga. Og þannig fáum við ákveðna vísbendingu breytingar sem að verða hjá þessum stofnum svona frá ári til árs. Hvernig kom talningin núna í byrjun árs 2018 út? Hún kom bara mjög vel út. Við höfum aldrei talið eins mörg svæði hérna í Þingeyjarsýslum. Þau voru 28 talsins að þessu sinni og þar af leiðandi hefur aldrei talist eins mikið af fugli. Þetta fylgist nokkuð að. Taldir voru rúmlega 32.300 fuglar í þessari talningu hérna, í Þingeyjarsýslum. Og maður var ekki alveg tegundir, ég held að það verið 52 tegundir sem að sáust. Og þetta bara mjög góður fjöldi og það ekki alltaf sem við náum að dekka svona mikið af svæðum. Þetta er væntanlega svolítið ólíkt því að telja fugla á sumrin. Já, þetta allt annað. Núna á sumrin getur þú farið hvert sem og þar eru einhverjir fuglar í varpi, hvort sem það eru sjófuglar í björgum eða vatnafuglar á sínum vötnum, svo framvegis. Á veturna fuglarnir að langmestu bundnir við svona staði, þar sem autt vatn, eða alltaf við sjóinn og strandlengjuna, þar sem að yfirgnæfandi meirihluti fugla heldur sig á veturna. Hvernig hefur þróunin verið hérna í fjölda, bæði fugla og tegunda hérna á svæðinu? Það svolítið breytilegt eftir bara tegundum og sumar tegundir standa nokkuð veginn í stað, eða flestar sennilega. Aðra tegundir sem við sjáum að fjölga hér, til dæmis í kringum Tjörnesið, það toppönd og dílaskarfur, svona ef við lítum nokkra áratugi aftur í tíma. Síðustu 10-15 ár þá hefur þessari ágæti tegund hérna stokkandi verið að fækka hérna við Tjörnes og það má segja að núna sé kannski helmingurinn af þeim fjölda sem það var fyrir einhverjum 10-15 árum síðan. Hvað svo sem veldur við. Þetta er náttúrulega bara talningarnir að gefa okkur þessar grunnupplýsingar. Svo þegar eitthvað kannski slæmt gerist þá þurfa menn að fá að skoða nánar hvað það er og það má svo sem ekki gleyma því heldur að við erum bara að skoða hér á Náttúrustofunni þessar breytingar á Norðausturlandi sem endurspegla endilega eða breytingar á landsvísu. En það stokkandinn og æðarfuglinn líka hefur farið niður á við hérna síðustu 10-15 árum. Og æðarfuglinn hér í rauninni blandaður af íslenskum æðarfugli og svo æðarfugli sem að koma til vetursetu frá Grænlandi og Svalbarða. Í vetrartalningunni æðarfuglinn langalgengastur. Eins og núna í vetur, þetta voru yfir 30.000 fuglar, af þeim eru 17.000 æðarfuglar. Ég verði að fá að spyrja það flaug hérna yfir okkur mávager áðan og þá fór ég að hugsa hvernig mögulegt að telja fugla, sérstaklega þegar þeir eru á flugi? Byrjum á einum. 1, 2, 3. Þetta fer eftir tegundum og aðstæðum og svæðum. Oftast reynum við að telja, bara 1, 2, 3, 4, 5. En svo kannski ef þú sér 500 snjóteiklinga fljúga yfir á 10 sekúndum, þá þarf maður nú að gera eitthvað annað en að telja 1, 2, 3. Þá algengt að telja fljótt einhvern búta úr hópnum.
einn búti eða tvo búti eftir því hvað er þéttast. Fara upp í 10-20, þá sér maður cirka hvað myndar 20 fugla, svo bara margfaldar maður upp, hvort maður með yfir 10, 20 eða 50. Það er svona fljótlegasta og einfaldasta leiðin og virkar eiginlega merkilega vel, en svo er algeng regla að maður metur stærð hópa hjá smáum fuglum en ofmetur hjá hópum af stórum fuglum. Svona að þetta er æfingin og reynslan sem að hjálpa til. Þú ert búinn að vera í því hversu lengi? Ég er búinn að vera í þessu í 25 ár, rúmlega, næstu 30 ár. Hvernig hefur svona þróunin verið á þeim tíma? Hvað er ólíkast frá því þegar þú varst að byrja? Það er svo langt síðan að ég man alltaf eftir því. Ef við horfum á landið í heild, ég hef nú ekki búið hérna fyrir norðan allan þennan tíma, en ef við horfum á landið í heild þá er maður núna komið með fugla sem voru bara sjaldgæfir vetrargestir eða flækingar fyrir 30 árum síðan. Það er til dæmis svartþröstur og blóðkollur sem eru núna, blóðkollar eru útbreiddir í greinilundum allt í kringum landið. Svartþrösturinn er sérstaklega orðinn algengur varpfugl á suðvesturhorninu og áður fyrir var þetta bara svona fremur sjaldgæfur vetrargestur. Það er ein breytingin. Þetta eru svona tegundir sem hafa verið að nema land síðustu árum. Á meðan að við höfum svo sem ekki tapað mörgum tegundum á þessum tíma. Þannig að þeim eru að fjölga? Hægt og bítandi, já. Nú fer að líða á síðari hlutan í þessum þætti, en við getum þó ekki hvatt hvalaskoðun á höfuðborg Íslands annars að kíkja allavega í eina hvalaskoðun. Í þáttunum Uppskriftargóðum degi kíktum við eina slíka og hún var heldur betur eftirminnileg. Já, það er mjög mikilvægt í hvalaskoðuninni að vera með augun vel opin. Það er aldrei að vita hvenær við getum séð hval. Þegar þeir eru frjálsdýr, þannig að þau bara gera það sem þeim sýnist. Þannig að við getum aldrei vita hvenær þeir eru að vænta. Eða hvar við finnum þá þann daginn. Hvað gefur ykkur langan tíma í þetta? Hvalaskoðunar fyrir 3 tímar. Þannig að við gefum okkur alveg góðan tíma í að finna það og að samanskapi góðan tíma í að vera með þeim. Og pössum okkur á því að nálgast dýrin af mikilli varfærni og hafa hag þeirra fyrir brjósti. Við byrjum bara 8 á mótana, allavega yfir sumartíman, þá byrjum við 8 á mótana og erum all 8 á kvöldin. Þannig að þetta er ansi mikið af brottförum yfir daginn og svo yfir vetrartíman, eða vetur voru á haust, þá eru færri brottförir en það er alltaf að lágmarki 1 dag í þess að 10 mánuð ári. Maður þarf að stilla væntingum í hóp, það tekur smá tíma að finna hvalina og svo er þetta bara ákveðna persónur með sína persónuleika, þannig að hvalinir hegða sér mismunandi og geta bara verið misvel upp á lægðir þann daginn og það er mjög erfitt að spá fyrir hver ferð verður eða hvert maður á að fara. Heldur verður maður einhvern veginn bara að taka þetta eftir innsæinu og þar kemur reynsla skipstjórans vegar hún þungt. Og þeir sjást alveg gríðarlega vel þegar sjórinn er svona spegilsléttur. Þarna sér hann alveg við bátinn. Alveg sultuslakur. Líka alveg dauða þögn. Já. Sjórinn alveg lygn. Og svo er það bara hnúbakkurinn að leggja sér. Þarna sér hann komið upp. Uss! Hann er að kíkja. Hann er bara forvitinn þessi, sko. Þetta er náttúrulega stórfenglegt, sko. Þannig kemur hann upp bandar. Þeir geta orðið alltaf 17 metrar. Þessi var nú ekki 17 samt, en báturinn hérna er ekki mikið meira en 17 sko, þannig að hann getur verið jafn langur á báturinn. Og alltaf 40 tonn að auki, þannig að þetta er smá smíði. Er þetta eitthvað hérna? Já, hann er hérna undir okkur. Þetta er að grínast í mér. Sérðu þetta? Sjá! Vá.
loftslagur bara rétt við okkur. Og það engin smá smiði. Góðan daginn. Sæll. Oh, hello. Bonjour. Þetta grínast. Hvað heldur þú telja marga? 15? 20? Svo erum við fleiri hér. Þetta er út um allt, alveg ótrúlegt. Við erum líka með sko unga kálfa. Já, þú ert með höfrunga með kálfanum sem sko. Þú ert með 8 kálfa hér sko. Þessi litlu eru svo fallegir sko. Hérna ertu með nokkra, fjær ertu með nokkra, hérna ertu með alveg við. Við gætum eiginlega ekki beðið betri dag í hvalaskoðun en það sem við erum upplifað akkurat núna. Þetta er búið að vera ótrúlega flottur dagur. Þetta er frábært að geta boðið upp á þetta. Og það er bara mikil upplifun fólkin í því að sigla undir seglum. Eins og í gamla daga. Og eins og þú sérð hérna, þá er þetta nú ákveðin tækni. Það getur nú ekkert hver sem er komið hingað og riggað upp seglum. Nei. Þetta er mikil kúnst. Þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Þótt árið sé senn á enda, þá er það ekki alveg búið. Við höfum enn pláss fyrir 2 þætti. Í næstu viku ætlum við að kíkja á Eyjafjörðinn, ekki missa því.